Hó, 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 jólaglöggu hlustendur. Þetta hlaðvarpið 2 á topnum, þáttur 80. Búm. Og samt ekki 80s þematengdur. Hann ekki einu sinni þematengdur, samt alveg koma jól og allir djöfullin í gangi. En við erum eitthvað alvarlega kærulausir í jóladellunni, óttu minn. Einmitt. Samt fullt af nýjum bíómyndum að koma út, sko. Já, og þættinni byttu fyrir maður. Þetta óþolandi straumur, sko, í streyminu. En vegna þess að það að koma jól eða vegna þess að ekki vegna þess, þá erum við við nennum þessu alla, sko. Og hvað gerum við þegar við nennum þessu ekki? Þá köllum við til Arnar Tómas Valgeirsson. Hæ, ég bara þakka ykkur kærlega fyrir að bjóða mér hérna, svo ég geti komið hérna og fengið nokkrar auka tekjur hérna fyrir réttur í rólinn, sko. Þegar fyrir hátíðunum fyrir mjög fjölskylduna. Já, virkilega örlátir menn alltaf. Já, tala líka sko útrásina sem fær þegar þú færð að vanda fyrir Oddi. Já. En þú ert hérna í rauninni á Sagamannabekk, Arnar. Á Sagamannabekk? Já, þetta er ekkit kurteisisboð hérna núna, sko. Nú. Við þurfum að sækja þig til Saga fyrir það sem að þú sagðir Arcane, seríu 2 á mbl.is, næst mest lesna vef landsins. Já. Já, ég skulum samt ef við ekki gera það strax. Nei, jú, en við ekki bara halda því laga að við erum þá eiginlega samsegir, sko. Já. Ég hérna eitthvað að skrifa. Já, þú ber ábyrgð á þessu skrif. Já, ég eitthvað að skrifa rafíþróttafréttir á MBL. Ok, nú gott að vara hlustundu við ætlum aðeins að tala Arcane, sem eru þættir á Netflix, teiknumyndaþættir sem gerist í League of Legends heiminum. Og ég hef eiginlega ekki miklu trú að hlustundur hafi hort á þessu þætti. Þeir hafa ekki verið það vinsalur í Íslandi. Þeir komust samt í fyrsta sæti yfir þætti á Íslandi á Netflix daginn. Ég held að það séu ansi margir búin að horfa á þessu þætti. Ok, að því að fyrsta serían, geðvig. Já, en svo ég klári formúlan, þá hnauti ég það að Arcane þá vertíð 2 er að dúksa á einhvern veginn á IMDb. Hafi ekki sérst aðra eins tölur. Það engin þáttur í seríun undir 9, fyrir hæstildi bara 9,8 þáttur 6 sem það ekki frábær. Já. Og já, ok, þetta eitthvað, ég var bara þá að fatta að þetta var eitthvað tengt þessum tölvuleik, sko. Ég vissi ekki það. Ég hef aldrei spilað tölvuleik, þetta ekki eitthvað svona spilaleikur? Nei, þetta er bara leikur fyrir geðveikt fólk og þetta er svona leikur sem maður sekkur lífsinn og sál í og hann gefur ekki tilbaka og maður bara sekkur dýpr og dýpr í einhverju hólu. Hann gefur helling tilbaka. Já. Það voru haldin 4 stór League of Legends mót í COVID-inu. Jú. Og það bara og sem sagt Riot Games sem framleiðir þennan leik, það bara skildu bara eftir milljarðatugi í þjóðarbúinu. Jú, hann gefur kannski þjóðarbúinu tilbaka. Leikmönnunum sjálfum, hann skilur ekkit eftir nema bara gapandis sár. Hvernig spila maður þennan leik? Hvað gerir maður? Þetta eru 5 manns á móti 5 manns sem spila, þetta er bara svo liðakeppni og þeir eru bara að keppa, þú velur einhverja hetju. Er þetta svona RPG dæmi? Nei, þetta er einhver svona meira aksjón. Ég einlega nenni ekki útskýra fyrir það er svona eiginlega frekar að útskýra í einhverjum podcasti, en þetta er leikur sem ég myndi ekki mæla með að neitt byrja á, en þættirnir Arcane komu svo út og þeir voru búin að vera mjög lengi bígerð og þeir voru, satt best að segja, þegar þeir komu út þá voru þeir bara virkilega góðir. Hvernig kemur fyrsta serían? Já, hvernig kemur hún? 2022? Það er örgulega lengra síðan. Já, sko, það var tilkynnt að þetta væri yfirvofandi 2019 þegar leikurinn var 10 ára gamall. Já. Og alltaf ekki komið 2021. Eitthvað þannig. Þessi önnur sería er búin að vera lengi á leiðinni og þeir voru að vanda vel til, sko. Já, en aftur, svo við höldum þræði, þá hnauti ég þetta dúks og sá fyrir mér, já, þetta er svona rafíþróttafrétt, þetta er að skrifa fréttum þetta. Og þá myndi ég sko eftir því að þetta er það langt síðan að fyrsta serían kom að við vorum allir að vinna á fréttablaðinu. Sko. Já. Setjum þetta í samhengi. Og þá Arnar Tómas líklega ekki aðeins maður eins og uppgötaði The Boys, heldur líka Arcane. Fyrsti maður til að horfa á Arcane á Íslandi. Þá kom hann yfir til okkar, eða komst þú yfir til okkar Odds og sagði að við erum að horfa á þetta. Hann sagði einhvern veginn svona, strákar, eru þið búin að sjá Arcane? Það er ótrúlega hvað það nærmið vel. Og Oddur reif hausinu upp úr Marvel-tróinu. Nei, hvað? Nákvæmlega svona. Köftin að mér ekki í því. Það var nákvæmlega henni. Og svo horfði ég á fyrst seríu. Það er bara ekkert eðlilega gott sjónvarp. Ég gerði það ekki. Ég eins og ég er nú mikið fyrir teiknumyndir, þá einhvern veginn var ég upptekinn með að horfa á Glálóðan Dórtar eða eitthvað.
Ertu búin að sjá hvort? Hvorugt, já. Og hérna svo þegar ég sá þetta og þessa seinni seríuna með þessa rosa enguna og segja, nú tímabært að hringja Arna Tómas sem að kunna meta þetta og ég vissi þá ekki að þú væri spilari sko, að spila þetta. Nei. Þannig að Arna Tómas talandi hausinn í þessari fréttminni og ferum þetta og fögrum orðum að þínum mati. Já, þó hann hafi samt haldið í vandlega laga að önnur serían sem að fá þessar frábæra einkunnir ekki jafn góð og fyrir serían á hans mati sko. Já, náttúrulega alls ekki nú þú tókst alls ekki nú stertil orða Fyrir sagði hún væri mun lagari. Þetta bara Það ekki nóg. Þetta ekki fyrir neitt venlega mann að skilja. Nei. Hvernig viljið þið skrifa þetta? Á ég að fara yfir hvað fór úr skeiðis eða? Sko, já, við getum ekki það. Jú, kannski byrjaði því að segja hvað fór rétt með fyrstu seríuna. Að fyrsta serían þeir byggja þetta á einhverju svona, þú veist, og byggir á þessum tölvuleik og það engin saga í þessum tölvuleik sem að leikmenniði fá í gegnum það að spila leikin sjálfan. Þú þarft að fara í einhver blogg og einhver skrif á netinu til að finna alla baksögur og slíkt karakterina og það bara fyrir einhverja sociopata að gera það. En þessi sería kemur sett út og þeir byrja bara á mjög sterku svona world building, stilla upp mjög svona áhugaverðum heim og stilla bara mjög áhugaverðum personum og það eru svona fjölskyldutengsl og ambisjón og svona mikið drama sem kemur inn og svona systrabönd eru mjög leiðandi stef í fyrstu seríunni. Það er svona fullmótaða personur. Mjög fullmótaða personur og það er engin alveg svartur eða alveg hvítur og þeim tekst mjög vel til að hafa alla með einhver ambisjón sem make a sense en tekst samt að hafa vondakallinn nógu gráan til að maður geti svona skili hvert hann að fara og tættirnir eru opaslega vel teiknaðir, frábær tónlist og bara fengu inn alveg rosalega stórar kanónur til að ljá lögin sín í þessa seríu og þetta held í franskt stúdíó sem að teikna þættina og gera það með svona stíl sem er ekki út allt, ég meina þú veist með svona vestræna teiknistíla í dag ég persónulega mjög leiður á þessum svona bara Pixar stíl til dæmis hann svolítið allsráðandi og Disney Pixar stíl já, hann bara honum pínu klett þannig að þetta var svolítið svona first take og bara þetta eru 9 þættir og þeir voru bara mjög þéttir sögðu mjög góða sögu og enduðu svo eins og allir þættir í dag á einhverjum bölvuðum cliffhanger og ég man að ég hugsaði sko, já ok, þetta verður spennandi að sjá hvað þetta fer svo kom í ljós, já, þeir ætla að klára söguna í næstu seríu og ég svo, já, ok, hvernig ætla það að gera það þeir eru búin að kynna svo mikið að nýjum karakterum og bara ég veit ekki alveg hvernig þeir eiga að halda á spöðunum með að segja söguna nægilega vel og svo bara kom í ljós að þeir gerðu það bara ekki önnur sería bara það var komið allt of mikið af personum á sögusvið sem að þetta gerir, þú veist ég get varlega einu svona útskýrt þannig að sögu heim sko. Já, og Piltover, Son já, þetta er sem sagt rosalega mikið að þetta er svona efri stéttin og neðri stéttin í einhverju borg sem er svona steampunk tækni, galdra dæmi eitthvað og svona stefin sem að voru stilt upp í fyrir seríu, þau eru bara settir hliðar í annari seríu og það er komið inn eitthvað svona galdra rung fyrir serían er rosa mikið þetta borgarastyrjaldar element venlegt fólk á móti venlegu fólki borgarastyrjald og svona mjög persónuleg tengsl milli fólks og svo eru bara búið að kynna inn 10 nýja personur og það þarf allir að fá þáttið allavega hluta þætti í mjög þéttri dagskrá til að segja þeirra sögu og þeir gera mikið af einhverju svona montasenum til að svona sína já, leið þessi tími og þetta gerist þarna og þetta bara ekki þetta er ekki góð sögusvið sem stilt upp þarna sko. Ég hef aldrei lendið í að þegar einmitt eins og segir þá hann heil sögurþráður, bara fála mannlegur og geðveikur sögurþráður í fyrsturinni sem er einhvern veginn svo bara einhvern veginn svona skópla til hliðar út af því að það þarf að vera eitthvað plott einhverju galdrakalla þetta hljóma bara nákvæmlega svona þetta er bara eitthvað plott einhverju galdrakalla sem er ekki hægt að tekja neitt við og sagan mitt, eins og Arnar segir, er bara spóluða fram og ég fór að googla þetta og ég var alltaf dett út, ég var aldrei lendið í þessu svona harkalega, ég var bara að horfa á þáttinn og ég var bara hvað er að gerast núna, ég skil ekkert hvað er að gerast ég veit ekkert hvað þau eru að tala ég skil ekkert hverjir eru nei, nákvæmlega, ég bara skil ekki neitt hvað er Captain America? hvað er Captain America? hvað er að koma með hana brandar á tvísori já, ok en þetta var, nei þú veist og svo googlaði þetta, ég bara svona býndu bara Arcane Season 2 bara þú veist hvernig segir maður, bara óskiljanleg og kemur ljós að það er bara annað hver
maður á netinu bara nákvæmlega Þetta var bara eiginlega alveg eins og þegar ég mætti hérna einhvern tíma og við vorum að tala Acolyte, Star Wars Acolyte og það var bara annarkveð maður sem hataði það og annarkveð maður sem sagði að það væri bara Jesús Kristur komin aftur í formi sjónvarpsþáttar og þetta svolítið eins og það eru mjög margir sem að elska þess að þetta greinilega á einhverju sko hvíla þessar einkunnir og meina það greinilega líka hvaðan koma þessar einkunnir, ég skil það ekki og það greinilega bara fullt af fólki sem ekkert að tjá sig svona mikið á netinu sem bara fílar þetta og bara frábært fyrir þau fyrir þessa heimskingja en hérna, eins og ég segi menna, fyrsta sería var bara algjör bara meistarasmið og ég myndi gefa henni svona kannski 9 af 10 bara virkilega góð þáttaröð ég get ekki farið að hærra vegna þess að ég þoli ekki þoli ekki svona cliffhanger og þau eru alltaf að vera að stilla upp fyrir annað sísón en og svo önnur sería kannski svona 6 af 10 hún samt alveg 6 af 10 vegna þess að þetta eru óbúslega vel teiknaði þættir það eru þættir eins og þessi þáttur 6 sem fekk svona háa einkunn hann mjög vel gerður þótt að maður sé á þeim eða ég held að sé 7 þá maður samt svona þú veist, ef ég vissi ekki að þættina væri búin eftir 2 þætti, þá væri ég að nota þess betur þannig að þið eru ekki frækjart að klára þess að sögu að það hátt sem að mér þykir góður Annar hlutur sem ég vil skjóta henni í að sko, eitthvað að hvimlegast sem ég veit í öllu svona fantasy, sci-fi aksjón, ofurhautjudæmi í dag að það sko svona fjölheima eitthvað svona vítaflakk og tímaflakks element þetta bara orðið eitthvað svona standard og maður bara svona að taka því sem vissu að þú getur bara tróðið þess inn í hvaða heim sem hvenær sem og ég bara taka því bara, þetta bara svona eitthvað element sem til í þessum heimi Þetta er svo frábært dæmið þessari seríu allt í einum bara gerist þetta fyrir konin einhver aðra vít og maður bara ég var bara, hvað að gerast þetta náttúrulega óþólandi og það má náttúrulega kannski skrifa þetta svolítið á Marvel Marvel náttúrulega rót alls íls sko, ég náttúrulega í hjarta mínu mikill Marvel maður og ég hef mjög gaman að Spider-Man myndin voru 3 Spider-Man einmitt að villast á milli víta Tobey Maguire og Andrew Garfield fyrsta og síðasta góða myndin en þetta fer alveg óbúslega illa í sko ADHD mitt og bara aldurinn og svona skerta athyglisgáfu þetta fokkar í manni sko en þetta verður svo sjálfsagt að nú ég en oft talaði laguð þættina hann Harry Boss nú hefur verið að cancela þeim og Boss hann svolítið gamall sko því að Michael Connelly sem skrifa bækurnar hann gerir þau leiðmistök sko að láta hann eldast sko í rauntíma sko og líkt Jack Reacher sem bara alltaf static bara sko en þá fór ég spá ég þarf kannski ekki að hafa ágjör á Boss það náttúrulega til svona Boss Universe það sem Lincoln Lawyer og minn Harry Boss það getur bara komið annar Harry Boss úr bara öðrum heimi bara, blessaður, nú tek ég bara keflið og þetta kom þetta bara varð svo óbúslega mikið trend það komu voru Rick og Morty og þú veist, Marvel gerði þetta með Endgame, var það ekki þá komu var tímaflagselementið ég man að ég horfði á Infinity War og ég hugsaði með mig, vá, þetta cliffhanger hvernig leysa þessari flæk það tímaflakk geggjað cheap, þetta eins og þetta óbúðslega cheap og ef þú vilt gera eitthvað svona þetta var hann allan tíman treður bara inn einhverjum svona tímaflakselementi og þá ertu komið með plot twist ég hata þetta og þetta svo mér fannst sko að myndin sem átt að binda enda á þetta allt saman var Everything Everywhere All at Once sem var skemmtileg hún fór bara all in í þessa pælingu stilti því upp frá upphafi og mér fannst hún gera það bara vel og þarna var ég bara svona nú ég komið skammt inn að þessu next bara nákvæmlega, getur þú fara að gera eitthvað nýtt en Arkane allavega þú lýsir seri 2 þetta er alveg flott það er góð saga í fyrri seríunni og þeim tekst ekki að halda þeim þræði yfir í næstu en klára þetta þú veist það er náttúrulega það er brútalt að enda á cliffhanger í fyrri seríunni og fara svo eigða ógeðslega miklum tíma í eitthvað blabla og galdrakalla sko. þeir klára þetta og þeir binda hnút á svona flesta sögutræðina á svona ásættanlegan hátt þeir reyna allavega að gera þetta besta og þeir gera þetta alveg, þeir setja mikið púður í þetta fullt af peningu setja í þetta er rosalega mikið af aksjónun, þetta er rosalega flott og ég sé ekki eftir tímanum mínum þú veist, menna maður er aldrei að fara að horfa á þetta eins og þetta sé, þú veist, síðasta seríana Game of Thrones eða eitthvað hannig, þetta er ekki á þeim kaliber af katastrófu þetta er bara, en þess að ég segi það er leiðilegt að fara á 9-10 niður í svona 6-10 það besta, algjörlega, ég sammála því það besta við þessa seríu er það sem var best við fyrstu seríuna, sko, systurinn og tvær Powder og
og Væ, já. Já, og Væ, þær eru langbestar og þetta er svona samband þeirra við hann gertekin eða sem að hugsa þær á barnum. Já, Obi-Wan. en það er samt, ég ætla að segja koma þar inn að þeir koma með hann sem sagt deyr de facto í fyrstu seríunni og svo koma þeir með hann aftur í þessari seríu bara sem eitthvað svona, hvað maður að segja, eitthvað svona tragedírung og svo Það verður svolítið svona telenovellu dæmi, já, og þetta er bara Mikið eitthvað drama. svona, sjáðu nú ætlum að koma inn með þessa tragedíu dúkku sem við ætlum að krysta til að fá meiri tragedíu úr henni og maður bara svona, þetta virkar ekki á mig og þeir koma inn og annað sem að bara ég fann og mér fannst svo leiðilegt var í svona öðrum þættið eitthvað kemur inn eitthvað svona helvítis baby Yoda karakter einhver svona lítil stelpa og ég var bara svona, come on Já. og ég alveg fyrir mér, sko, ég veit náttúrulega ég að fara inn í eitthvað helgustuði þegar með því að dissa baby Yoda, sko Hann heitir Grogu Tóti er alveg að fara að ná í byssunar. Já, en þú veist ég bara svona karakterar sem er bara, þú veist, já þeir bara fara svo í töðunar á mér Sko, mér finnst svo augljóst einhvern veginn til þess að leysa þetta vandamál. Þú veist, þeir hefðu augljóslega þurft að hafa sko aðra seríu, sko 3 seríur að minnsta kosti. Já, og Þú veist, önnur seríu bara framhald af fyrstu sem er bara nákvæmlega einblíðan á sömu karakterina, þessar systur, týpur og systur og þessa borgarastyrjöld. Það hefði önnur seríu að vera bara amazing, sko. Og svo þeir hefðu endilega vilja klára þetta galdradæmi, hefðu getað hent inn svona í 3. seríu eitthvað. okay. þetta er í rauninu svona öfugt, sko, við erum ofta kvart yfir því að seríur tegi lopan og mikið menna eins og við Tóti töluðum aðeins áðan við byrjum þáttinn sem við kannski förum ekki í kvöld var Cobra Kai sem eru náttúrulega í 5 seríur og eru búin að tegja lopan ansi lengi og fólki þarna þú veist, komið á fertugsaldur sem áttu að vera í high school og þú veist, eins með Stranger Things og eitthvað svona og að tegja þetta allt og langt, eitthvað svona koncept sem virkaði vel í skamman tíma en þarna er einhvern veginn fólk alltaf að segja það er svo gott þegar að seríu kunna sér hófs og vita hvernig þeir eru að hætta en stundum þarftu líka að vita hvernig átt að halda aðeins áfram til að geta klára söguna Eins og þessu. það er ekki að kunna sér hófs og kötta svo bara á gamanið þegar að þú veist það er eftir að byrja, það er ekki gott heldur og mér finnst þetta líka vera pínu synd í dag Þetta er fyrir ekki, allir séu bara að hampa því að þættir séu svo fáir og þess að séu svo góður Það er svo frábærir, já, nei, sko, en þetta er einhvern veginn, ég held að þetta sé svona eitthvað vaxandi vandamál í þessu streymispulli, ég held nokkur ræðildi bara í síðasta það sést að þetta er sko, að mér cliffhangera, þú veist, maður ólstu fyrir cliffhangera í línulega dagskrá í gamla daga, þú veist, Dallas var alltaf 22 eða 24 þættir, enda alltaf okkur geðbyrjum cliffhanger, en þú varst algjörlega 100% viss að það er leist í fyrsta þætti næsta haust, sko. En núna er þetta þannig, þættinum getur verið cancelar í millitíðinni á streymisveitum, og þannig að það er bara, þetta er ábæra hlutur að vera með cliffhangera, þetta er mjög kvimleitt, og líka, hvernig getur þú boðið okkur upp á þetta, nú er ég nefnilega að byggja brú, af því nú ætla ég að fara að lauma mér yfir í Yellowstone með ykkur frá þessu. Nei, Yellowstone, geggjaðir þættir, búin að vera algjörlega geggjaðir þættir, 5 seríur, eða 4 seríur, svo erum við ykkur sem heitir núna 5B. Já. Sem er seinni hlutin af 50 seríu sem að ávera síðasta sería og verður að vera það að því að Kevin Costner fór í fílu og hættur, Ok, og þetta endar í cliffhanger og svo, þetta er að koma, það er 2 ára bið, við erum bara að bíða í 2 ár, með cliffhangerinn og þegar við erum svo hrifnir á Taylor Sheridan, þá startaði hann líka eitt spin-off 1923, það er að byrja núna í febrúar eftir 2 ára bið og það er geggjaði þættir, Harrison Ford, Helen Mirren og allt það dæmi, það endaði líka á bilið með cliffhanger ég verði að búin að gleyma þessu veist, ég meina, svona 2 vikur eftir að þetta klárast fyrir 2 árum þá var ég alveg bara djöfull, ég verði að fá að vita meira bara, hvenær kemur hann heim Spencer Dutton aðal sem er svona rip í þeim þáttum og nú er hann að koma heim en veist, maður er eiginlega orðið sama Þetta er bara þáttaröðin sem eru segust þetta í dag er náttúrulega Severance hvenar fyrsta season of Severance þeir eru geðveikir enda á rosalegum cliffhanger og ég man að maður hugsaði nei, ég verð að sjá næstu seríu svo er bara núna, þú veist ég geti verið bara, ef ég hefði bara eignast barn á þessu tíma verið barnið mitt bara komið í menntaskóla eða eitthvað Já, það er svona eins og konan sem að 8 tókum viðtalið sem er gott mikið byrt í COVID-inu sem að var búin að eignast til 2 eða 3 börn frá því hún keypti mið á Guðskurstónleikana þá gott hún komst að það var rosalegt en eitt líka að það er svolítið fyndið með þetta bæði eins og Tóti er að segja að þátt að þeir sem eru að búa til þess að þætti viti ekki endilega hvort þeir muni fá sjens til að klára söguna
vegna þess að Netflix er bara aksa bara, þeir binda fyrir augun og aksa bara hægri vinstri bara, þeir eru bara, þú veist, eins og bara þeir gera það bara fullir og kasti bara pílum og spjald hvað þeir eru að cancela en svo náttúrulega líka hitt að auðvitað ætla þeir að fara að gera núna League of Legends Cinematic Universe eins og við þurfum fleiri Cinematic Universes ef það er eitthvað sem ég hata meiri vittaflakk þá er það þessi Cinematic Universes í öllu uppáhald Cinematic Universe minn er Spider-Man Cinematic Universe sem er núna enda með Bomb Craven Sony Spider-Man Cinematic Universe já, er það Sony sem að bera ábyrgð á þessum Craven sem er að fá ræðilega dóma Oddur er náttúrulega stattur hérna í Craven the Hunter Ball jólapeysu sem þú ert stattur í hérna, hún er æðislega flott þetta er bara minn maður þetta er uppáhaldsvillenu minn ég hef ekki getað beðið eftir þessari mynd Rólegu samt, því ég man eftir að hérna, þú skrifaðir innblásin einhverju frétt í fréttablaðið fyrir einmitt á hvað, 2-3 árum það verður að fara að gera mynd Craven the Hunter I'm craving some Craven en hvað, hún er ekki að gera gott mót en hún er að fara verri dóma heldur Mataveb sem er ekki gott nei, fólk er á því að rifi hvernig sú mynd fór þá er þetta flett upp gömlum Teratopnum þætti þar sem að Oddur rakti þetta í smá atriðum en ég las einhvers já, hann var samt á íslensku það er vantilega bara partur af auglýsingu að Russell Crowe sýndi ógnvekjandi og sannfærandi leik Russell Crowe virðist vera bara að þegar hann dúkar upp í einhverjum svona lélugum myndum eins og Thor 4 þegar hann var seifur já þá er hann alltaf það skemmtilegst í þessum myndum og svona bregður hann leik já, og bara svona, ég held að leikara sem kunna að skemmta sér þegar þeir vita þeir eru að leiki einhverju glötuðu það er bara mikið list og maður tristir þannig leikurum ok þannig að en já, þessi Craven mynd ég held hún hefur með 9% til ég sá síðasta Rotten Tomatoes einhver rótt að dóma sko við færum það til bókara sennilega þarf Craven að fá sinn sér þátt bara já, við þurfum að gera það sko en hvað Yellowstone ég ætlum ekki að fara að úttala mig en ertu að horfa á þetta á símanum áttu? Já, ég er bara rétt svo byrjar ég er rétt svo í byrjunni þegar þú veist hvað, ég var spóilað Nei, við þurfum ekki að fara til neitt þannig sko. Það var bara ef maður er að sjá hvað gerist í cliffhangerinn bara vegna þess að þetta er þetta 5B og þetta er taldi þetta nú þessi þætti, þetta eru 4 eða 5 þættir sem bætast við Akkur er Kevin Costner ekki? Því að hann þurfti að fara að gera fjórkvartettin Horizon, risastóra vestra sem að hefur bara fengist að sína fyrstu myndin ennþá, þetta gengur svo hræðilítið en ok, nei, og það er eitthvað búið illindi milli hans og þess að Taylor Sheridan, sem virðist nú vera samt einhvers konar galdrakall í sjónvarpi þessi misserinn hann bara dælir út efni, landmann núna og flest að því er gott en allavega Kevin Costner skipt með það við getum rætt að þegar þetta klárast en það er sem sagt, þetta er það er tekjar á bið og Kevin Costner farinn 4 eða 5 þættir koma núna og það er 1 þáttur eftir og mér skilst að hann verði í bíómyndalengd það er bara klukkutíma 40 mínútur eitthvað svoleiðis þetta veitir ekki af þess að held ég bara allur síðasti þáttur næst síðasti þáttur hann snýst bara egoið á Taylor Sheridan vissuð það? Nei hann leikur smá hlutverk í þáttunum svona búkarsformann í Texas eitthvað Ranch 6666 eitthvað og hann eiginlega bara áallan síðasta þátt og er bara mikið bara að vera að bera ofan og hnikla vöðvan og vera svona toxic macho kalla típa og fólk er nett brjálað heyrðu, fáið þið sko þú ert búin að vera að halda okkur í 2 ár og það er naumur tími til að klára þetta þá bara snýst þetta allt þig bara sjálfan mannin Taylor Sheridan helviti vel vaksin sko og ég hef gaman að þessi persónu en þegar þú ert búin að gera svona mikið successful TV shows ertu þá ekki eitthvað svona narsisist eða? Er þetta ekki svona svipað eins og skrifa metsölubók í þessum? Maður verði narsisist af því að hvað maður er klár og velgengni. Ég veit ekki. Narsisistarnir sko, þeir koma nú bara tilbúnir sko. Þeir fæðast bara það. Já, okay. En jú, menn geta náttúrulega orðið ókslega kokki líka, þú skrifa kannski 8 bækur og finnst þær allar ókslega góðar, þá getur alveg verið góð með þig sko. En spurningum innstæðina. Það er líka fólki sem að fær þessi sko gigg í öllum þessum þáttum. Þetta eru venjulega bestu vinir aðalfólksins þarna í bransanum sko. Þau kannski svona vita hvaða hjólu þau að smyrja.
Akkurat. Það er nákvæmlega þannig. Það er alltaf að landmann það ekki snýst olíu, það er Billy Bob Thornton. Nei, allavega ég man ekki bara, sko, já, líka hann er líka með Special Ops þættina Já, Lioness, já. Ég nú ekki byrjar á season 2 en fyrir serien var heldur góð. Svo bara eitthvað meira, hann er bara í öllu og ég vildi þetta gott. Má alltaf deilum hvort að Tulsa King með Stallone séu eitthvað geggjað, en það eru ógeðslega skemmtilega þetta. Þetta er, sko, hvað er það sem er svona einkennir þess að þetta í hún? Þetta er alltaf eitthvað svona kall. Þetta er svolítið macho, sko. Já, rosa macho, dæmi, sko. Já. Og Vestra, svona, hann er alltaf með eitthvað... Svona bestu vinir. Já, alltaf svona, male bonding og Vestra, hann er alltaf með Vestra fettis og svona indjánablæti. Það eru indjánar að fara að hamförum í Tulsa King, sko, og í 1923 og það eru indjánar frekill í fjörsins í, Yellowstone. Og já, talandi þá lag ég yfir eitthvað svona Vestra feeling daginn. Það er bara, ég skil alveg Taylor Sheridan, sko. Þetta getur verið mjög skemmtileg kvikmyndagrein. Það er skemmtilegt. Það er þess að kosninganótt daginn þú varst að fylgja spenntur með. Horfður ekki á mig í sjónvarpinu? Nei, ég var þá að horfa á Young Guns 2. Já, mjög gott. Já, sem er ekkert rosalega góð mynd, en ég var að horfa á hann í 4. skipti og finnst hún alltaf jafn skemmtileg, sko. Billy the Kid, Emilio Estevez og Kiefer Sutherland og allt það. Nema að svo held ég, sko, Yellowstone eitthvað fokkið mig, allt í einu bara í fyrradag eða fyrrakvöld, þá fór ég að horfa á Silverado sem er vestur frá 1985 og er geggjaður. Og hver eru í honum sem að þekkir? Já, það veit svo skemmtilegt til að þetta eru 4 gæjar sem þetta snýtt og einn er leikinn af Kevin Costner. Já, nei. Kollungum, þetta er bara, hann er 85, hann er í Untouchables 87, sko, hann er ekki eins og orðin. Hvernig er hann í Waterworld? 90 og eitthvað. 97, já. Ok, nei, það er og Danny Glover, hann er 2 árum fyrir Lethal Weapon. Og Kevin Kline, sem við viljum meina að þetta sé hans besti performance, en það er það fólk sem við ekki sé í Fyrskóld og Vanda. Og svo Scott Glenn, sem var svona töffari í gamla dag og lék í Wild Geese 2 og þegar hann var fullorðinn, þá lék hann Jack Crawford í Silence of the Lambs, sem sagt FBI yfirmann Clary Starling. Og hann er eiginlega allspaðinn og mikið svolítið vænt hann, þetta er ekkert mjög svona fríður maður. Og þegar ég var að byrja að lesa Jack Reacher-bækurnar, þá sá ég alltaf Scott Glenn fyrir mér sem Reacher, sko. Ekki það hann er ekki buff, sko, en hann svona svolítið röff, svona andlitið er ekkert rosalega köggull. Já, ekki snoppufríður, sko, smáfríður. Allavega, þetta eru svona 4 svona gunslingar sem leiði þeirra að liggja óvænt saman og þeir enda í Silverado og þar tekur á mótið þeim spiltur löggustjóri sem Brian Dennehy leikur frábærlega, sem er löggustjórinn í Rambo. Hann er ekki með gott track record að vera að taka á móti afkomið fólki í smábæðum. Þetta er bara fáránlega góð mynd. Ég sé hana í Sony P85, ég sé hana 2 áður og ég gleymir alltaf, ég var spenntur, sko. Og vondukallarnir eru svo vondir að þú getur ekki beðið eftir að þeir verði drefnir. Jeff Goldblum er þetta líka, sleazy fjárhættuspilari sem ætti að treysta varlega. Fáránlega góð mynd. Og Kevin Costner er ógeðslega skemmtilegur. Þetta er bara gleymið í stundum að ég var alveg Kevin Costner maður í gamla dag, sko. Já, áður og fórst að þóla hann ekki. Já, ég var með Untouchables plaggat í herbygginu mínu þegar ég var í MR 16. Það er hann? Já. Og svo var hann hvað heit hún, No Way Out, það var komin næst á eftir, Gene Hackman og svo hann nátt alveg, þetta eiginlega, svo náttúrulega elsku allir Dances with Wolves. Avatar hann. Já, hann er líka búin að vera svo mikið í vestur. Ég held að þetta sé, sko, rótin af biffinu á milli hans og Taylor Sheridan, hún er eitthvað, sko, þá greinir á örgulega hvernig á að útfæra vestra, sko. Ég bara skil ekki hverju Taylor Sheridan, hann er ekki bara leikstýra þessum á Ræsson mynd. Já. Þeir getur flottir í þessu saman. Já, þeir voru alltaf flottir í þessu saman. Tjóðl voru eitthvað. Já, alltaf, Silverado, ég veit ekki okkur, ég bara var það eitthvað að tala um þetta. Já, það er því að, hann, ég man ekki nafnum, gæinn sem skrifar handritið er sá sem að skrifa Raiders of the Lost handritið fyrir Spielberg, Lawrence Kasdan. Já. Og þetta er alveg, þetta tikkar í öll bóksin, sko, og elskar að halda með góðu gæðunum, það er barnir rænt og það er allt, þeir gera ljóta hluti og svo koma okkar menn alltaf with guns blazing, djúll þetta komin. Sko. Góða vestri.
Love it beint á listan. Ég hef ekki séð almennilega vestra bara í mörg ár Ég horfði á 2 daginn, ég horfði hérna á Tombstone náttúrulega. Já. Og ég bara var svona, ég held ég hafi mögulega síðan þegar ég var yngri en ekki átti mig á hversu mögnum var og kastið í henni en náttúrulega ég hef ekki séð jafn stakkt kast Fáránlega að kastuðu sko með Kurt Russell, Já, með Val Kilmer, þú ert með Sam Neill, Sam Elliott Sam Elliott seg The Voice og Bill heitir Bill Paxton. Já. Þú ert með Powers Booth Jú. og hvað heitir hann? Michael Biehn Michael Biehn, já. sem hann vondur Já, hann vondur hérna. Kyle Reese sko, góði gæðin úr Terminator sko Já. og þessi mynd amazing sko og það líka fyndið af því að nú Taylor Sheridan að fara að gera eitthvað enn eitt Yellowstone spin-offi og það hefur verið að tala hann alltaf á Kurt Russell 1983 Já, eða gott er ekki bara 2004 Nei, hvað Nei, og hann er í samningaverðum við Kurt Russell að leika í þessu og það er bara að tala það hann er bara að gera þetta til að nutta Kevin Costner upp úr þessu sama ár og Tombstone kom og sló í gegn þá var Kevin Costner með risastóra Wyatt Earp mynd þess að sami gæinn sko Kurt Russell lék Wyatt Earp í Tombstone og Kevin Costner var að leika hann í Wyatt Earp sem var svona langur episkur vestri Dennis Quaid lék þar Doc Holliday en Val Kilmer leikur Doc Holliday í Tombstone og náttúrulega þetta er dásamlegur þetta er toppurinn á ferlinu hjá hann er geggjaður sko og þetta er svo ógeðslega góð mynd og samt hún ekkert hún er svolítið cheap sko nýbúin að horfa á hana það kemur svona langt montage bara þá við þurfum að ná þessu upp í 90 mínútur og það eru líka svona nokkra senur sem eru svona þú veist þessi action sena hún er kannski fullmikið og en samt bara heildina litið geðveikmynd alveg fáránlega góð mynd sko en ég get sagt þetta er ekki einu sinni upp á alls vesturmynd með Kurt Russell Nei Svo það er Bone Tomahawk Já, hryllingsvesturinn Já, hefur þú séð hana? Já, ég hef séð hana og við sáum hana fyrir nokkuð mörgum árum og svo er allir einhvern veginn núna að tala hana á Facebook eða einhverjum miðlum og þá var allir að tala eitthvað ógeðslegt atriði ég man ekki eftir þessu Nei, það er eitt atriði sem svolítið eftirminnilegt þar sem að maður tekin í sundur á svolítið hátt af einhverju svona mannættu frumbyggjum og það ég man að við horfðum á það og við vorum meira að hlæja upp í sófa þetta var svo yfirgengilegt sko að það fór hringinn en það er frábærmynd líka þannig að það er til nóga vestrum Svo var Kurt Russell í Hateful Eight, það er vestur líka Já, rétt Herru, þetta er fyrsti vesturinn sem ég hef séð sem við erum að tala Hateful Eight? Já, en ég verð sennilega að kíkja aftur á Bone Tomahawk bara til að rifja upp þetta ógeðslega atriði Mæli með sko Já Ég hef líka séð Django Unchained einn hlutur sem að mér langar að spyrja ykkur hvort þið hefði séð og það er nú bara trailer ég horf ekki á trailerin lengur en ég kemst hjá því, ég er bara búin að vera að forðast það vegna þess að mér finnst að gefa alltaf mikið upp en það voru allir að tala um að það væri trailer sem væri svona góður sem að trailerin fyrir 28 Years Later Heyrðu, já og ég verð að segja að þetta er bara besti trailer sem ég séð í mörg ár veiku trailer Ég hef ekki séð trailerin sko er Danny Boyle að gera Já, Danny Boyle og hvað heitir hann sem hann gerði Þetta er Adam Garland, nei maður það ekki Jú, og þeir eru tveir að gera þetta saman og sem gerði held ég síðast saman Sunshine sem var rosalega fín líka fannst mér Já, var það út í geimnum Já. Og en þessi trailer bara, hann gefur ekki upp neitt sem að gera þessi sögunni hann sýnir bara svona, gefur stemninguna gefur svona og gerir mann bara hæpaðan Það er geðveiku trailer og það er rosalega langt síðan ég sé trailer sem að þannig og það er þannig sem að trailer eiga að vera náttúrulega Já En þetta örugglega ekki einhver bara gervigreindar trailer sem einhver svindlar út í bæir Það er þetta mjög fyndið að Cillian Murphy lék í upprunalegu myndinni 28 Days Later og það er búið að vera að tala um að hann myndi koma aftur í þessari mynd og svo sést einhver zombie í þessari sem mjög grannur og Cillian Murphy legur hann er með kinnbeinin hann er með Murphy kinnbein og fólk var bara er þið bara að sína Cillian Murphy bara hann zombie í þessari mynd af hverju það er að revíla það í trailernum og svo var direktorinn það var einhver að segja þetta er ekki Cillian Murphy og þá var mjög svo hversu móðgand er það fyrir Cillian Murphy að það kom einhver anorexikur zombie og allir þetta er Cillian Murphy leikarinn steg fram sko sem að leikur hann að zombie þetta er þetta ég og hann er mjög líkur Cillian Murphy sko Já en þetta sko hvað, þetta var
28 Days Later, Já. svo kom 28 Weeks Later. og svo það núna þessi. Jú, 28 Já, years þetta voru geggjaða myndir. 28 Days Later er amazing. 28 Days Later er amazing 28 Weeks Later ekki jafn góð en opnunaratrið sem að Danny Boyle leikstýrir og hann leikstýrir bara opnunaratriðinu í þeirri mynd Já. er einhver besta zombie-sena í bara bíómynd held ég sem ég hef séð allavega Já. Cillian Murphy var í fyrstu myndinu, svo var hann Robert Carlyle, Begbie var mættur í seinni myndinni. Begbie var komin í tvö, og hann er fyrsta sena þá er hann að hlaupa og eina yfirgefa alla og það er mjög. En það er einmitt það sem var svo hressandi við þessa mynd og þessa myndir og síndum og er það náttúrulega ennþá að zombiarnir voru ekki þessi helviti slitti sko. Þetta voru hraðskreiði djöflar sko. Og þetta var ekkert eitthvað svo kálausar sko, sem okkast bara. Það er ekki eins og í Shaun of the Dead. Nei, og maður svona finnur líka þú veist, maður horfir á eitthvað eins og þú veist, ekki það að ég hef hort á meira heldur fyrstu seríu af Walking Dead, en þegar ég horfði á það þetta, hugsaði bara með mér, það er ekki sjens að zombiar sem að ganga svona hægt myndu nokkuð tíma að taka yfir Bandaríkin, það sem þú ert með þú veist byssundu hverjum kotta, það bara er ekki fræðilegu möguleiki. Bara, veist, eldvarpa og árásari fyll undir öllum rúmum. Já, nei, er það ekki ennþá í gangi eitthvað spin-off? Ég komst ekki tvö sísón að þessu Walking Dead upprunalega sko. Já. Kom ekki svona 15 seríur það? Ég man bara þegar ég horfði, það komu ég held að ég held að það sé ennþá einhver spin-off í gangi. Fear the Walking Dead. Darryl Dixon Walking Dead og sé bara ennþá að vera að kreist þetta svo mikið út. Ég skildi ekki að sko, uppbækingar, þetta er náttúrulega leiðilegasta tegund af hryllingsskrimslum sko, bara frá því að sögur hófust sko, en er þetta ekki svona mest nota dæmið? Þetta er bara alltaf það eru zombiarnir það er eins og 28 Days Later sýnir skilu, það er hægt að gera þetta áhugavert ef þú tekur eitthvað smá spinn á það eins og með þú veist vampírur skilu, mér finnst vampírumyndir oft vera bara svona ævitæki Twilight já þú veist, það er koma inn á millimyndir sem að gera einhvern svona skemmtileg spinn af vampíru sjanrað sem gerir það áhugavert. En annars fyrst með vampírumyndir bara svona þegar ég sé svona þetta er vampírumynd, þá missi ég pínu áhugan sko. En það kom ekki oft þú veist, vampírumyndir, mér finnst eins og zombíumyndir sem bara, Jó, ég veit að það bara kemur í eitthvað svona tímabili sko, vampíru tímabili er kannski svolítið liðið sko í bili, en ég menna ég varst ekkert að True Blood þættinir endust í eitthvað 5, 6, 7 sísón sko, en það sé þetta drusla zombíum svona endalust árum, ég skil það ekki og náttúrulega ég er vampíristi sko, ég elska vampírur, en auðvitað vampíristi eru náttúrulega, já, það er svona, þetta er ekki alltaf einhver skemmtun að horfa á þetta sko. Hvað heitir þetta? 30 Days of Night sem gerist eitthvað svona Alaska já svona eins og að geti gerst hér kjör aðstæður vampírur sem krónist myrkur sko, heyrðu, þetta minnum á Reykjavík Vale Massacre minnum þetta henni já. Var það ekki zombie-mynda? Var það vampír? Nei, það var Helgi Björns að skjóta einhverjum túrista með skutli og skuttlarinn, upprunalegi skuttlarinn og já, var kannski alveg fræg fyrir það að þeir fengu Gunnar Hansen sem að lék Leatherface í Texas Chainsaw Massacre til þess að leika skipstjóran á hvalskoðunarbátnum minni mig. Legend. Svo var Ragnhildur Steinun og var ekki drepin eina konan held ég sem að lifið þessa mynd af. Jú, ég skrifaði dóm þetta sem að fjall í misfrjóan jarðveg. Tókstu Jónas Sen á þetta? Já, ég átti oft til að bregðundi mig Jónasar Senfættinum en það er ekki meira að vera kvart yfir verðbólgu í stjörningju eftir að ég hvarfa velli. Jú, en það ekki, ég held að séu bara jákvæða dómar bara þessi dómar sem Jónas Sen skrifaði þess að bríða tónleika bara fyrstu neikvæða gagnrýni sem ég sé bara. Við hefum ekki gleyma því náttúrulega stjörnuna voru teknar af okkur fréttablaðinu sko, undir rest. Af Kollu. Já, Kolla allavega átti svona, mjög stóran hluta af því, en það var náttúrulega viðbragð við þessari geðveiki. Já. Þetta er merkingaleysa þegar allir fá vondudóma, þeir sem eru að fá lélegdóma, þeir fá 4 eða 3,5 sko. Og bara, ég fletti stundum mokkan, við erum fyrir út í bakaramistaraðna á Smáratorgi. Það bara, mann svimar bara af öllum þessum stjörnum og ég meina, af hverju er ekki öll þessi snildaverk meira til útflutnings? Er ekki 4? Og af hverju þarf þetta fólk að vera á okkur rithöndalaunum og trillast yfir að fá þau ekki þegar þetta getur ekki selt þessar stjörnur? Sko staðan er þannig til að setja þetta saman ekki fyrir hlustendum, Tóti, er það ekki? Það er bara önnur bók fær 4 stjörnur. Já, ég er náttúrulega ef ekki að gera vísindar rannsókn á því, en mér sýnist að vera þannig, sko.
og svo kannski þegar meðvirknin er alltaf svo mikil sko, lélegustu bækurnar eru þá kannski ekki dæmdar sko, það kannski sitja einhverju höfundar hér og þar bæinn og í dreifðari byggðum og hvernig kemur bókin mín eiginlega og ekki að dæma mig Já, það eru einhverjir höfundar sem að finnst leiðilegt að hafa ekki fengið umfjöllun bókina sína en Já. Varandi sko þetta með sko ég man bara þú veist minnu stuttur reynslu úr bókabransanum þá var bara sko ef þú íslensk bók eftir 9 höfum þekkt 3 stjörnur þá þótti það farkalegt sko bara svona já hann er nú að hérna bara svona hvað er það að tala um 3 stjörnur ekki bara vera 3 ára 5 reka fínt sko þegar ég var úlingur og var alveg að fara mikið í bíó og þá náttúrulega voru hérna Arnaldur Indriðason og hérna Hans Snæbjörn á Mogganum aðal bíógagnirnir og þeir gáðu mynd 3 stjörnur þá var það óumdeilt góð mynd og þá bara fóru það já, vá, 3 stjörnu mynd núna, þú veist, ég veit ekki hvað ég fengi mikið af mailum og símtölum þegar ég hef slísast að gefa íslensku mynd 3 stjörnur það bara líka hvar er 4. stjarnan? Sorry, hvað? Ég líka sérstaklega sem sko hrollvekju kall þá hrollvekjur fá sko ívið verri einhvern heldur en það er eftir að fá að mínum Já, það er hinn hliðin á þessu uppskrúa Ef að ég sé til dæmis horrormynd með 6 í einhverju NDB baby, sko, þá erum við að tala um góða mynd sko. Og 8 þá er það bara einhvað meistaraverk sem að verður aldrei leikið eftir sko. Nei, hvernig er þetta að fetta sig eins og gegnum þessi íslensku dóma, ef bókið að mynd fær 5 stjörnur, er það þá Þú getur bara gengið að því vísa vegna þessi sér allt bara svona eitthvað miðjumóð sko. Fyrir utan það sko með að við bara sko trillingin og lætin í fólki og yfir dómum að þeir sko þeir vega ekkit þungt á fólk heldur ég fylgdist alltaf meira með þessi bíómyndunum sko og það voru vesturportsmyndunar börn og fullorðnir bara ofbóðslega góða myndir fengu við alveg bara örugglega 4 frekar en kannski 5 þú veist það kom enginn að sjá þetta í bíó svo varstu með eitthvað Jóhannes og Latti að leika eitthvað draug og eitthvað drast fólki voru að sjá það þetta fekk ekkert góða dóma svo bara alltaf svo gott þú getur kent eitthvað gagnrýnd og þú slæri ekki í gegn þetta bara er ekki svona Nei Nákvæmlega Fólk er ekki fíbl En haldið að það sé ekki flestir Jú, fólk er fíbl Fólk er fíbl En börn og fóreldrar komu hann út og þetta var náttúrulega Cinematic Universe það voru Já Og almenningur reis upp gegn þessu Arnar Tómas Nei, við látum ekki bjóða okkur íslenskan Cinematic Vesturport Universe Nei, Vesturport Universe sko. Það voru undan Marvel mér sér Já, ég man að við Oddur fórum saman á börn og hann kvartaði ástum því að Captain America var hvergi að sjá Var hann ekki með skjöldi? Og þú kastaði poppur í sinni á tjaldið Hvernig Captain America? Var ég svona dánaðar á öllum fremur Captain America myndunum Já, ég meira Winter Soldier er geggjuð sko Tjöfull er hún góð maður hann er meira svona njóstnamind sko ef eitthvað En haldið að það sé ekki flestir höfundar bóka á Íslandi að fá svona ágætis umfyllunum sína bækur Jú, ég held að allir sé að fá þá umfyllunum sem þeir eiga skilið held ég bara Já, jú, örgulega Þannig að já Gaman að við sem komin í svona bóka allar pælingar Herri, ég er búin að lesa svona 3 bækur þessum mánu, voru búin að segja ykkur það? Nei, hvað er það? Herri, ég las Mýrina, hafið þið hana? Já, sagði frá því síðast þetta Ég sagði það, já, Þú voru vonandi ekki að vera að kvelja Hannestorm með því að Heyrðu, ég var að lesa þess að Sko, Mýrin Sinni Tufsins og Hildur sem er gerist á Ísafirði og er eftir finnskan íslenskan höfund finnska konu sem er búin að búa í Íslandi í mörg ár býr á Ísafirði mjög áhört skemmtilegt Heyrðu, talað um bækur Já, bara allir svona helstu menningapáðarnir eru búin að vera á Facebook í gæri að daga býsnast yfir spænskum þáttum veldi á Netflix byggðir á 100 ára einsemd eftir Gabriel það ég bara sátt eitthvað dúkku upp á fítinu mínu það er kannski kíkja á það Já, það er bara 2 virðulegustu gestir 2 á topnum Egill Helgason og Illi Jökulsson eru að velta á engum yfir þessu og Egill las held ég bókina þegar hann var 18 ára síðast og hreifst á og hefur ekki lagt í að endurnýja kynnin og var svona held ég að velta þessu hvort hann ætti að gefa þessum þáttum séns Illu eins og Egill nákvæmlega sinn það var nákvæmlega, hann las þetta líka 18 eitthvað svoleiðis og aftur fyrir 2 árum og var ennþá svo hrifinn að hann ætlar held ég að sneiða hjá þessum þáttum Já
það er þannig Já, eina sem ég hugsaði er að dett stundum í svona vilt fylk í gýrin þegar Arnar Tómas segir þetta að ég talaði einhvern tímann Framsóknarflokkinn sem 100 ára meinsemd. Já, einmitt þetta er bara mjög gott sko Vá, falleg dýrkveðið sko, mjög gott helviti gott sko Já, 5 stjörnur 5 stjörnur, já Heyrðu, svo held ég bara eina skipti sem ég setti inn á vilt fylki Já Hvað hét hún? Hún hét True Believers myndin og hún Martin Sheen leikur í henni Pappans Emilio Já og hún með eitthvað svona kvöld og taglænið They exist, fear them miðflokkurinn Já Einmitt Mjög gott sko og það nú heldur betur að koma á daginn að they exist og þeim fjölgar Já, konum með 12 manns eða eitthvað á þingi Já Rosalegt Þetta endar á einhverju sinni eins og í Invasion of the Body Snatchers ég veit nú ekki hvernig þetta endar náttúrulega sko, ég veit ekki hvort að þegar við pælt í það lengi, þetta er náttúrulega stjórnmálafræðingur en sko, alltaf þegar þjóðin kýs á þing í svona fári og fáti eins og í hruninu, eftir hruninu sko, þá fyllist þetta fábjörnum bara, og ég held að sé að koma alveg bara það leki að vitleysingum að fara að riðjast inn á þinguna, að þegar við kusum í ykkur svona fáti og óveðri og ykkur svona tíma alltaf að kjósa að voru sko. Það er bara hannig maður má vitna í Joaquin Phoenix í The Joker You get what you fucking deserve Ísland, sko, við fáum bara það sem við eigum skilið það er rétt það er bara þannig Mér líður vel að vita af nokkrum handa inn á þingi Já, það er gott Nokkrum góðum Já, og líka flotti varaþingmenn hann held ég Já, flotti varaþingmenn Já, ég held að þetta sé nú kannski þannig að eiginlega sko, spekkurinn betur skipaður sko, heldur en Það eru nokkra kanónur sem við könnumst við Nú ánægðar að minn gamli ritstjóri sem myndir Ernir, hann komst inn Já Það gleður, hann komst inn Varstu ekki búin að heyra það? Var hann í framboði? Það byrtist myndir og hann var í 5. seti samfélginu svo hættir Þórður Snær Það bara tógast okkar maður upp Já, og þess vegna fór dagur svona svo jójó svona niður og búm, upp aftur og upp Nei, ég skal alveg játa á mig ég er eiginlega alveg hættur en að fylgjast með þessu en gaman að því Ég get alveg sagt mig 1,5 á mánuði sko Er það ekki þingmanna? Jú, vilt þá ekki líka alltaf fá sko 5 stjörnur fyrir næstu ljóðabók? Jú, ég vil fá 5 stjörnur fyrir allt saman og 1,5 inn á reikningi Ég bygg mikið Nei En hvað, af hverju er allt þetta, af hverju er sáltra stjörnum fyrir alls konar svona bókadót og drastlinn stjörnum það standa alltaf í stað hjá okkur og Spotify? Já, við erum bara fastir í 4,5 það er líka verðbólgu hjá okkur Já, ok Það er allir ekki okkur einhvern Herðu, finnst ykkur þessi þáttu verið að leysa þetta fyrir villisu? Já Smá Það er alveg bara svo leiðileg hvað Arnar Tómas yfir ekkert að tala Nei, ég er alltjent leiðilegu maður ég er bara nættir að sækja launaseðilinn minn sko. Herðu, en það er náttúrulega alveg sko, svakalega mikið í gangi Það er allt og mikið í gangi af þáttum Við komumst ekki yfir þetta Nei, þetta er bara þetta fara valda með kvíða ég nefndi daginn við þig og Jón Þór Day of the Jackals og ég segi þið munið eftir myndinni þar sem Edvard Foxallerinn að drepa De Gaulle og ungumennir voru alveg gapandi en það er svo þættir byggðir á þessari bók í gangi núna þykja rosalega góðir og svo datt ég bara í gær inn á Cross Þið þekkið allan Cross, Alex Cross Já Morgan Freeman lék hann fyrst í Kiss the Girls og Along Came a Spider og þetta er svona löggu analýser með sálfræði gráðu og sástu ekki Kiss the Girls? Nei Ok Ég held að allir þessi allt með Morgan Freeman sko. Ég sá bara held ég Along Came a Spider Ég bara séð March of the Penguins þetta er alltaf hann hvað heitir hann? James Patterson skrifað reyfara í 1000 ár og skrifað svona 70 bækur Alex Cross sko og hann verður alltaf verri og verri sem bara höfundur átsásarsu þetta er nú kemur bókur James Patterson og Jóna Jónsdóttir Já Nefna að sem sagt, Morgan Freeman gerði alveg semlega gott mót með Cross þarna í þessum 2 myndum svo kom 2012 held ég það var nú einhver frægur Tyler Perry lék hann í mynd sem hétt bara Alex Cross og nú er svo komin sjónvarpsþættir og þeir eru á Prime og nú er spurt er Cross næsti Reacher sko?
og þetta Wow. og hann Skemmtilegt. nú leikur ungur svona svolítið buffaður gaur sem leikur núna, hann heitir Aldis Hodds og ég kann nú ekki frekar deila ánum, hann hefur leikið í alls konar sko, Black Adam og Dóti og þetta svona alltaf svona kalkuleira rafmorgi sem verður að ræna fólki og pynta það og drepa það og Alex Cross og hælunum á þeim og þetta fyrir vel að stað, ég horfði að Skemmtilegt. og ég held ég þurfa að klára þetta sko. Er það ekki? Jú. Þetta er spennandi. Já. Ok. Og svo bara kemur nýtt Setur það á ár og listan. í febrúar þá kemur meiri Jack Reacher 20. febrúar og 1923 frá Taylor Sheridan þannig að þetta hættir aldrei Nei, og Invincible kemur líka núna Já. í februar held ég. Já, og reytur teiknumyndin Já, þú hefur orðað það ekki? Nei, ég komst ekki, ég byrjaði á þessu Þú verður að horfa á það, það er ekki dæla. veit það. Það er bara eitt af besta, þetta er eitt af besta í sjónvarpið núna, sko. Það er talað það er gott ekki. góður hluti sjónvarpið, þá er Silo líka í Heyrðu. sjónvarpið, gangi núna Ég er önnur dottin sería. það. Hvað heitir hann hérna? Af hverju mann í hvað hann heitir? Zack Efron. Snyder Hvað heitir hann? Hvernig líður? Mér líður ekki vel, ég er að fara að missa vitið ef ég man ekki hvernig þetta sko. Nei, sko, Silo er Zachary Quinto Nei, Zack þetta er besti Zackar neðum öllum. Zach Braff Zack Brown. Þetta getur betur Ian Glenn. Nei, hann heitir ekki eins og Zack Bottet sko. Það er ég að tala um. Þú ert að tala um Tim Robbins. Nei, býttu, ég Þú verð ert að tala um Rebecca Ferguson. Hvaða mynd er þú með að opna í MDB? Sýttir ég að ég missa Silo Crew. Allar sem koma Silo. Steve Zahn. Já, heyrðu, hann er frábær Hann mætir ég í seríu 2 og hann er frábær. Af hverju hélt ég Zack? Heyrðu, hann er Og þeir geggjör. töldu við sinni upp Alla Zacka alla Zacka. Það bara var tekin fram í það Zackaskráin. En já, Steve Zahn er mættur þetta guð með góð. Hann er ekki, ég bara held ég hef ekki séð hann síðan í hvað hétt myndin? Sástu ekki White Lotus seríu 1? Nei, ég hef ekki komið Ha, sástu hann ekki? Tóti minn. Ha, er það ekki hún sem White Lotus? Oddur, ertu ekki búin að horfa á Cobra Kai? Nei, það var Cobra Kai, það er horfður enginn það. Óttur, þetta ekki búin að horfa á neina vestra. Jú, þetta kom fram á hann, Django Unchained, ég sá hana og hann Hate to Late. Nei, hann var í einhverju svona, hryllingsmynd, hvað heit hún? Joyride Joyride, Ok. hún er góð. Candy Cane, já. Ég horfði á hana nýlega sko. Hún er Herru góð. Tóti, þú verður að sjá White Lotus Ég veit það og þú verður að sjá Invincible. Já, en nú er ég að horfa á Cross og svo, byrja loðendur resinu aftur eftir áramót og heyrðu, en ég var líka að lesa bók Hvaða bók? Ég er ekki að lesa Hvaða bók? Ég er ekki að lesa bók, ég er að hlusta Þetta er áttur sko. Skaðsögu spillingar. Nei, ég skaðasaga Þetta er ekki sigursaga Ég spillingar segi svona. Nei, ég er að hlusta á You Never Know, a memoir eftir Tom Selleck, sem hann les sjálfur sögur sína. Já, Það ok. er stórkostlegur maður, Tom Selleck, Já, og þið hljótið að vita það að hann var hárspreitt frá því að fá Indiana Jones einmitt. og hann að lýsa þessu sko. Valdi hann ekki þrjúmann enda Nei, baby hann í valdi staðinn? ekkert sko. Hann var búin að samlíksmynda sig til að leika Magnum P.I. Einmitt. sem eru alltaf frábæri þættir og legend í 80s sögun og alltaf en þetta er svo mikil töffari þessi gæði sko alltaf, hann er bara Spielberg og Lucas voru ókslega næs og þeir bara já, heyrðu, við viljum bara þig og já, þetta er svona ekki samlíksmyndin já, við erum með að taka Columbia það er engar ákveð þessu, svo gekk ekki neitt sko þeir vildi sko, við erum að byrja nýtt franchise og við viljum nýtt andlit svo endur bara með að sækja bara sín allra besta sko Jöp. Nei, og Tom Selleck bara viðkynna það bara, Harrison Ford bara ónar þetta, bara ekkert no hard feeling sko. Heldur hann hefur verið betri? Nei. Nema hann sko, segir frá því hann fyrir og hittir á og þeir láta hann fá handriti og fara nú af sig og lestu þetta og segja hvernig því það og hann sagði sem sagt sko, á blaðsíðu 8 þá bara, shit, this is fantastic og bara, svo var hann bara las hann bara handriti, hann bara týndi sér sko, en hann mistaði þessu sko. Vá. Já, hann segir margar skemmtilega sögur hann Tom Selleck sko. Mjög Þú áhört. náttúrulega hefur ótt á Magnum, eða ekki? Nei, alls ekki. Ég hef aldrei séð það á æfinni sko. Ég veit ekki hvað það er sko. Ég veit hvað Indiana Jones er. Já, það veit Þannig að Já, nei, þetta er samt svona því hann var búin að vera að ströggla sko, alltaf að fá okkur hlutur leikum pilotum, öllu kanslerða og svona komið afkomið kvíða sko. Það hefur náttúrulega verið svo úgeðslega stórt sko. En svo hefur kannski reytið svo aldrei orðinu með ein mynd sko, ef að Fordin hefði ekki verið þarna. Nei, kannski hefði þetta ekkert slegið gegn sko.
maður veit það ekki sko. Ég aðalega svona, eftir ég fór að hlusta á hann hefði þá Indy verið með mottu sko geti Indy Er það ekki? Já, Tom Selleck bara virkar ekki á henni sko. En þú veist að það er komin tölleikur Indiana Jones tölleikur Hann á veist að vera rosa góður Já, skil það Indiana Jones and the Box eða hvað Hann heitir Indiana Jones and the Box Já Hann heitir eitthvað dala hérna í heitir titlasmíð hérna Hann heitir ekkit eðlilega basic Indiana Jones and the Search for Plot of Number 4 Nei sko, Andrés, þetta er ekkit eðlilega basic nafn sko Þið eiginlega mun ekki trúa því sko Indiana Jones and the Great Circle Já, okay. það er aðeins meira heldur en The Box Ekki What's in the mikið box? Ekki mikið meira Put the bunny in the box Put the bunny in the box Þetta er komið til villisveiki Það er að slá botnin í þetta Já, það ekki, 55 og ná svo undir klukkutíma Ótrúlega þessi undir klukkutíma Gaman að Arnar þessum Tómas. að ræða bækur Þannig kannski að breyta þessi bókabók Þú eru svo bara á mig Óttur. Já, ekki, hvað var það aftur? Það var 5, 5, 5 Já, 5 Þetta er multikultúral þáttur sko ha. Já, hér hérna Við erum búin að klára alla ostana sem við vorum með hérna Vínið Já, og þessi eðalvín Þessi eðalvín Fáðu ykkur meira hérna, handgerða konfektinu sem að búlgískur hérna, aðalsmaður sendi Bessastöðum Bessastöðum sem við erum að taka upp núna Einmitt Herðu, eitt í lokin þetta þessi Lord of the Rings teiknumynd hvað að gera við þetta? War of the Rohirrim Ég heyrist að þeir bara sturt henni í klóstiti sko eða þú veist, hún sé bara frekar leim Er það? Það er ekki að góða dóma það? Nei, hún sé svona að þú veist, það hefur maður að tæla fyrir ekki Já, nei, þetta er eitthvað köflót en svo sá ég einhverstaðar eitthvað upprópun á internetinu að hún er svo vók að vóklið komið ógjáðinni Já, sko, hún er bara veist, þetta er líka bara þú veist að taka eina blaðsíðu úr Tolkien og bara, já, við ætlum að gera bíómynd úr þessu og það er, þá ert að tegja lópan, sko og hún er vist bara að teikningarnar og eru bara, þetta er ekki, ég held að þetta sé bara ekki nógu gott Þetta er eitthvað svona japanskum stíl Já, þetta er ámenngur svona Ghibli stíl sem að gengur vist ekki alveg upp hjá þeim en þetta er samt, ég held að þetta séu, ég veit það ekki, sko Nei. Munið eftir hann Ralph Bakshi í teiknumyndinni sem kom hann í early 80s Where there's a whip Var það ekki hérna sem að sungu voru svona söngnúmerinn á milli og orkarnir sungu þetta Where there's a whip There's a way Mér tilkom mikið pósteri sko, Gandalf með sverðið stækkar svona eftir því sem að dregur neðar í Ótrúlega flótti póster Sko ég sá þessum mynd bíó talandi kliffengur og allt það hún endaði bara einhverstað í miðri sögu já. Svo kom aldrei meir þetta var alveg crazy sko en þetta var svona mjög svolítið svona djart á þessum tíma sko, svo var eitthvað, ég held að hann verið að reyna að blanda saman eitthvað svona sko raunverulegu þannig að maður greindi stundum eitthvað svona alvöru teppistuskur eða eitthvað svona sem að vera að teikna yfir eitthvað en það voru mikið ombrið ég má frekar ungu sko, það er bara krakki mann er fast súrt að þetta hætti bara í miðju bara, ég held að bara Frodo og Sam voru bara eitthvað svona gæjast fyrir eitthvað klett og bara búið Já meira, framhald, nei, aldrei Þetta er myndið sem að leikari sem að leikur Aragorn dettur þegar hann er að laupa einu atrið, það teiknaður Já, hann teiknaður Það getur verið þetta svona rótoskópa Já, þau voru í strótskópa og svo fellur leikarinn sem sverðið sig og þau bara heldur bara í myndinni sko. hann bara svona dettur og bara heldur áfram hlaupa Já, þetta er eitthvað á D.A.D. Þetta bara grafið þetta upp og kíkja á þetta áður en eftir ég kíkja á Tombstone það sé mjög mikilvægt núna Herru, Arna, þetta er síðasta sinn sem við erum með á þessu ári Já, líklega ég bara eins og ég segi bara fullur takklætis og Það ekki konfetts Við erum að fara yfir statistikina ég hef lúmskan grunn að Arnar gæti verið sko tíðasti gestur þessa ár sko. Já, herren Jón Þór og Pettersson Pettersson er mjög orðið minn nemesis sko ég að vera tíðasti gesturinn sko við þurfum að mætast eitthvað og útkljá þetta sko En þetta er það er eitt þáttur eftir fyrir jól og svo er bara í alvöru talað verið að tala að taka bara jólafrí annan jólum Já, en ef við taka svo svona marathon þátt fyrir 2024, svona langa þátt þá Arnar Tómas fá svona Já, svona inn á skiptingar og svona Já, við getum gert það sko. Já, við getum gert alls Við verið heilan dag í tökum Já, við getum gert það sem okkur list Já, það er okkur eftirspurn eftir að drífa okkur áruna að þetta eru klullara Já Já, Arnar Tómas hefur talað Herðu, þetta var alveg rosalega kaotískur og vonandi skemmtilega þáttur ég veit ekkert hvert við ætlum að fara en við komum störglega ekki á áfangastað
Hann eigum ekki verið endur á kliffengar út